það ekki einu sinni. Nei, ég veit ekki. En hérna... Getur það eyða öllum þessum þætti, ég útskýra hvað þið voru að tala í síðasta þætti fyrir mig. Já, það er hugmynd. Það er hugmynd. Það er hugmynd. En hérna... Það. Friðrik. Við erum með gestin hérna Friðrik. Nei, býtu. Friðrik Ólafsson. Nei, Friðrik Ólafsson. Velkomin í Saumaklúbb strákana þátt 3. Við vorum ekki byrjaðar á því. Ég heiti Gunnþór. Þetta hérna er Jónsi. Þið sjáuð hann betur núna heldur en í seinasta vídeo því að ég færði myndavélina og færði mikrofónið niður. Og þessi hérna heitir... Góðan daginn. Hi guys, ég heiti Friðrik Ólafsson. Ég er á vistinni. Þetta er fyrsti M-æðingurinn. Já, þetta er fyrsti M-æðingurinn sem hérna kemur á þáttinn. Veistu Friðrik? Já. Ok, bara sína öllum deilaðin. Já, takk. Veistu Friðrik, hérna, ég hef með nokkra spurningu fyrir þig hérna. Já. Hvað er uppáhalds hluturinn? Hluturinn minn, ég verði að segja... Ég er að hugsa þetta aftur. Ég veit að við vorum búin að spyrja þessa spurningu í blooperunum en... Já, en við glemtum að við vorum ekki með kveikt á mikrofóninu. Nei. Já, svar mitt breytist. Svarið breytist, já. Það var veggur. Já, það var veggur á hann. Núna er það, held ég, kannski bara mikrofónar sem virka. Mikrofónir sem virka? Já, eins og þessi. Já, því að hann virkar. Það er kveikt á honum. Já, akkurat. Er ekki örugglega kveikt á hann? Já. Jú, það er kveikt á hann. Ok, Það var blikk. hversu margir drykkir til að detta niður? Hversu margir drykkir? Örugglega svona... Já, bara... In Dr. Pepper. Í Dr. Pepper. Já, æðislega. Já. Hversu oft hefur þið farið til tannlæknis? Ég var nú með spangir á nú tíma svo ég fór... Telst tannréttingalæknis, telst það með? Ha? Tannréttingalæknis. Já, Svona... þá myndi ég segja að fara til tannlæknis í öllu lífi mínu ef við segjum að fara svona 2 ári on average pluss 5 auka fyrir spangirnar. Já. Já, það var örugglega fleiri en 5 en ég verð að segja kannski svona 40-50 sinnum. 40-50 sinnum til tannlæknis? Já. Akkurat. Er eitthvað skrítið það? Ég er ekki að hlæja af þér. Þú varst að hlæja? Ég myndi aldrei hlæja þér. Ég var svo einu sem var að tala og Ég þú myndi aldrei hlæja þér, frændi. Ó. Það er að hlæja mig að segja. Það Það er ekki rosalega næs. Nei, fyrir ekki. Hérna... Ég lækja fólki. Það var að vera að senda með snapp. Það er engin jafn Og fyndið. Hvað er uppáhalds grjótið þitt? Þú fór grjótið mitt. Já. Sem til... Ég fann eitt grjót daginn reyndar. Já. Það var svona eiginlega alveg kringlótt en það var svona einhver svona weird svona gatti á einum hluta á því sem leit ekki mjög svona venjulega út. Það var eitthvað svona skrítin í laginu og það var frekar flott finnst mér. Já, akkurat. Hversu oft sefur á klukkstund? Hversu oft? Sefur á klukkstund? Sefur ég á klukkustund? Já. On average, ég verð að segja kannski svona nokkru sinnum. Nokkru sinnum. Geturðu sagt mér tölu? Kannski svona 6-7 Sko, við getum reiknað þetta út. Sko, það eru 24 tímar á dag. Nei. Ha? Nei, þetta eru 36. Fyrir ekki, ég glemdi því. Nei. Ha, er 67 eða? Nei. En já, ok. What the fuck, samt? Ok, segjum það að þú sefur svona 6-7 tíma á dag. Já. Þá getur við tekið 6,5 deilt með 24 og það er svona average. Byrju 6,5 deilt með 24. 24. 6,5 deilt með 24. Það eru 0,270833333. Já. Þú sefur 0,2... Nei, þá sefur ekki... Við vissum að gera þetta rétt. Ég kann ekki þetta reikna. Hvað heldur ég sé að viðskipta hagfræðibrauta? Ég er að viðskipta hagfræðibraut. Nei, 24.
Þú verður ekki hægur. Hann er lesblindur. Fólkinu leiðist. Jú, ok, á hverjum klukkutíma? Nei, byrju. Nei, ég þarf náttúrulega að deila þetta með 60 út af því að... Oh my lord. Akkur þarf þetta að deila þessu með 60? Út af því að það er 60... Mínútur. Já, eitthvað svo leys. Æ, ég kann þetta ekki. Ég veit ekki hvað það reyna að reikna. Hversu lengi þú sefur á hverjum klukkutíma? Í mínútum eða sekundum eða klukkustundum. Ég veit það ekki. Hversu oft? Hversu oft? Já. Cause tonight will be the night that I will fall for you. Hafið þið heyrt tónlist einhvern tímann? Nei, ég er ekki að hlusta á tónlistina. Ég var að heyra eitt fire lag um það en ég er að spila það fyrir ykkur. Nei, byrju, við þurfum að spyrja næstu spurningu. Ok. Hvar svafstu í nótt? Hvar svaf ég? Já. Rúminu mínu. Og hvað er það? Það er... Svona 6-7 hæð. Fuck you, dreftu þig. 6-7? Ég veit það er sami hlutur, Jónsi! 7. 7, nákvæmlega. 6, þetta er 6-7. Ok, hættum við þessu. Ok, hættum við Þetta var aldrei fyndið. Þetta var aldrei fyndið. Nei. Fyrstu 6 mínútur eru nóg af 6-7, eða svona 6-7 mínúturnar. Já. Hún er 6-7 mínútur. Bless. 6. Ok. Já. Ok, fara næst spurning. Jú. Hvað dreymdi í nótt? Hvað dreymdi mér í nótt? Já. Dude, mér actually dreymdi eitthvað í nótt, ég bara glemdi því. En það var örugglega eitthvað að gera við þig. Sénstu Þið draum. voru Svo örugglega. að Sveindomiðin og Gunna. Já, og þið. Nei. Báðir. Og báðir. Já, á miðjum þætti sko, ég var að dreyma um þátti. Já, varstu millistikið? Ég var enda millistikið, þið voru að stinga mér inn í vegginn nema Gunni var veggurinn. What? Ég actually veit ekki hvað var í fangin gangi. Af hverju var þetta stík? Ég er aftast, sko. Ekki í draumnum mínum. Og líka ef við værum Þú þarf til að vera með hattinn, sko. Það er samt satt. Nei, Galli, hatturinn, hann fokkaði mér upp, sko. Þið fáið að sjá hattinn í senstu, nei, í endanum. Ég ætla að sína ykkur núna. Fokkaði hann þér upp. Ég hellti jólaði yfir með allan. Það er svona hattur. Eins og svona byggingamenn eru með. Þeir byggja. Félagi, ég þarf að leka úr þessu allir. Það er að leka úr Ég er að segja þér það, ég var ekki að vera með þessu. Það er ekki snöll uppfinning. Sá sem bjóti bjórhattinn. Þetta verður tekinn fyrir aftan fjósið og skotin. Þannig að þið dreymdi einhver með mig að vera millistikir. Nei, að þið að vera... Hann var millistikið og þú varst veggurinn og ég var að íta honum inn í vegginn. Já. En þú var svona liggjandi í rúminu og þú var svona að gera svona eins og þú væri að sofna en þú vildir hlaða símaðinn eða eitthvað. First to move is gay. Ok. Já, það er hommi! Ég er freaking homie, guys. Það er hommi! You got me, guys. Ok. Þú færði þið ekki, víst. Chill. Ég er ekki svo fyrir þér. Lengur. Já, þú fórst í svona camp. Já, ég fór í svona concentration camp. Já, í seinni heimsstyrjöldinni. Já. Þeir voru actually ekki neitt gyðinga. Þeir voru bara homma. Já. Þeir hörtuðu homma. En allavega, þá er þessi kafli búinn. Það voru búin að spyrja nokkra spurningar fyrir gestinn. Og það eru búnar... 9 mínútur. 9 mínútur. Ok, heyrðu. Góða nótt. Það voru pásur. Stopp. Já, You ekki sure rúm. you want to switch cameras? Don't switch. Hættu þessu, Jónsi. Vertu almennilegur drengur. Þessi kafli heitir heita spurningar. Þar sem við spurjum gestinn heita spurningar og síðan reynum við að hjálpa honum að komast að svarinu. Ok. Gott að líka. Fyrsta spurningin er, hvað gerist þegar við tínumst? Þegar við tínumst? Já. Við reynum vanlega að finna svona leið tilbaka í eða hvar týndist. Sko, það fer nú bara eftir aðstæðum. Já. Hvað er þetta að tala svona? Hvernig er þetta? Það voru talað svona eins og fín kúkalabi. Sko, við tölum svona aðstæðum. Já, ég var einu sinni. Þegar ég var ungur þá voru Það reyði ég leitt um ketti og hann var svo með svo... Við vorum bara með bækur. Það punga. Já,
Fyrir þá á næstu, já, byrju, hvað gerist þegar þú tínist, segðu mér það? Þegar maður týnist þá, Eltir maður ána. Nei, maður eltir ána uppstreymi. þegar maður Já, uppstreymi. Nei, drengi, þegar maður tínist, þá hverfur maður? Já, reyndar. Það er svarið. Bíddu, Já. er það actually facts? Já, þú veist, ef þú værir einað ekki, ef við myndum tína þér, þá værir ekkert einað, þá værir horfin. Þá verður horfin. Já, þá værir bara búin að hverfa. En ef þú týnist, þá áttu aldrei að elta vindáttina. Já, hún getur nefnilega að fara í snúfið, sko. Já, Já, þú fer bara heim. þegar vindátt Já, þú getur líka gert það. Nú fer bara Það heim. er önnur leið. Já, Já. Google Maps eða eitthvað. En sko, hvað gerist þegar við tínum hlutum? Við tínum það upp. Já. Er það týna með uppsulon eða venjulegi? Ha? Það er uppsulon. Hvað gerist þegar við tínumst? Hvort er það þegar maður týnir eitthvað upp eða eins og týna ber eða hvernig týna er það? Er þetta rétta íð? Veistu það? Ég fekk 0 í íslensku prófi, hvernig ég veit það. Hvernig veistu það? Ó já, því Hvernig er þetta, þessi orð á dönsku? Hvernig eru þessi orð á dönsku? Örugglega bara... Eru þau skrifuð með... Vitleysa. Eru þau skrifuð með Þau eru örugglega bara vitleysa, Jónsi. Svona. Danska er bara vitleysa. Já, þetta er rétt, já. En ef að danska orðið er skrifað með svona ói og svona strik í miðinni, þá er uppslun í íslensku kefni. Ég mátti ekki segja þetta á YouTube. Nei, ég sagði ekki neitt. Canceliði þáttinn, guys. Hvað er að þessum gæja? Nei, ok. Nú erum við búin með fyrstu spurninguna, fyrir mig næsti. Guys, Við megum ekki vera svona saumaklúbbustrákana lengi. supportar ekki svona orðbragð. Nei, ég reporta ekki svona orðbragð, ég skal sýna það jólunum minnar. Ok. Já, þú ert Þannig að- líka undir 18, ég veit ekki hvort YouTube fíli það heldur. En Það skiptir engu máli, Gunni. Ok, gott. Já, það eru 3 hálfa. Er það bara því þú vilt skoða þetta seinna, eða? Ok. Já, getur sendt á mig. Er hægt að rista brauð með bökunarkefli? Það ristu brauð með bökunarkefli. Já. Ef maður rúllar, þetta er svona eins og hvernig ef maður lemur kjúkling nógu oft, þá eldast hann. Já, ef þú myndar nú mikinn hita, þá getur þú gert Ef þú gerir það nógu oft, þá lítur hann að það er út af því að þegar þú, sko, á ég að segja þér hvað hiti er. Já. Það er tap. What the fuck? Já, þannig að þegar þú berði eitthvað, þá er eitthvað svona bla bla bla, eitthvað svona viss mikið bla 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 og svo þegar það stoppar, þá kemur tap. Og þá myndast hiti og Hvernig tapa fótballleika? tap á orku eða eitthvað svoleiðis. Tap! Þú Ég meinir er ekki að læra þetta í efnafræði. Já, þú ert náttúrulega í efnafræði. Já, Hvað fékkstu í stærðfræðiprófinu? stærðfræðiprófi. Síðast. Já. Ég var í stærðfræðiprófi í dag, já. Ég veit ekki hvað ég fekk út úr því, en það var örugglega svona ok, ég ætla ekki að segja 6-7. En já, ég sé það Hvað sagðist það alltaf ekki að segja? Ég ætla ekki að segja 6-7. 6-7! Sorry. Þetta er ekki svo fyndið. Pabbi minn, hann lenti hræðilegu 6-7 slísi. Fyrir sem það 6-7 árum. Síminn döður. Veistu hverju mun líka vera döður? Þú eftir svona 2 klukkustundir. Ekki 6-7 klukkustundir. Ok, hættu núna Axel. Þannig að Helmingur og er hægt að rista brauð með bökunarkefli? Já. Já, mögulega. Þannig að ef þú berða bara nóg oft. Já, eða rúllar. Já, ég held að vera að tala Eða um rúlla. rúllar. En ég minna ég held að það Þú líka. þar myndast líka hiti. Já. Örugglega meiri hiti meira þess að. Já. Eitthvað eðlisvarmi. En það er ekki sami hluturinn. Já, ég veit ekki hvað ég er að tala um. Ég er örugglega að fara að falla í efnafræði. Ég hef 4,8 á síðustu prófi. Ég er bara búinn með efnisfræði. Efnisfræði. Bloody efnisfræði. Það heitir efnafræði. Litli piltur. Þetta er sami hluturinn. Efnir. Eins og efnisgrein. Efna. Eins og efni.
Ok, drengir, það er næsta spurning. Góður það? Ég bara bíða. Hversu oft, nei. Anda fuglar með nefinu eða vængjunum? Ok, færðu minn. Heldur þú að fuglar andi með nefinu eða vængjunum? Ok, hugsa þetta. Nefið, hvað er það fyrir? Freaking hór eða eitthvað. Gefa börnunum sínum, þau æla upp í munnin á börnunum sínum fuglar sko. Eitthvað af þeim. Ég meina síðan hvenær var þetta í lagi. Æla upp í munnin á börnunum sínum. Það er eina leiðin sem þau gefa þeim að borða það líka. Ég meina ef ykkur gerir þetta þá er þetta bara child abuse. Þetta er svona ekki saman hlutur núna æla en það er allt annað mál. Ok, bröð. Það er svona eins og að þú myndir Og taka hvað? upp. Og hvað? Kallast það ekki vera barnaberri ef maður fílar 17 ára krakka eða? Jú. Ég held að við sem að reikna þetta vitlaust. Það er allt í lagi fyrir yngri. Eins og Róbert nú látt að segja. Því yngri, því þrengri, því betri. Hann er þetta virkilega að sagði þetta. Og hann sagði þetta ekkert í tíma. Hann er líka bara fucking vitlaus yngur. Bara fucking vangifun og tregur kall sko. Ógeðslega tregur kall sko. En já, það eru samt vængirnir. Af því að þeir eru með svona loft. Já. Þannig að vængirnir eru Já. Þetta er svona recreationu mitt, svona lítið. Ok, þetta er það sem við erum búin að komast að núna. Hvað gerist fyrir tínumst? Við hverfum? Já. Er hægt að rista brauð með bögunni kefli? Já. Mögulega. Á getur andað. Já, á getur andað. Anda fuglar með nefinu af vængjunum, þeir anda með vænginu að því að, vængjunum. Jú, því að vænginu það er svona loft. Já, vænginu er svona loft. Hvort er betra að senda steypireyð í vélaskipti eða kveikja bara í honum? Kveikja bara í honum, held ég. Ódýrara. Já, en af hverju myndir ekki setja hann í vélaskipti svo þú getur haldið áfram að fara í honum í vinnuna? Hvað heldur það ekki freaking Jeff Bezos eða? Ha? Ég á ekki efna á þessu. Að gera hvað? Skiptum vél sko. Í bílniðinum eða? Flottur. Skiptum vél í steypireyðinum þá. Kveiki í honum. Final answer. Þannig að það er betra að kveikja honum. Rámt. Það er betra að setja hann í vélaskipti því að steypireyðir er ekki með vélar þannig að þú bara fucking vangið sko. Steypireyðir er ekki með vélar. Þannig að og það er líka ekkert hægt að kveikja honum að því að hann er í vatni. Hver? Steypireyðir. Spurði! Steypireyðar er ekki. Þetta er ég tekinn maður! Hey Gunni. Já. Amma þinn. Ok. Ég er bara að grínast sko. Gess. Hann er bara að grínast og glensast. Við höfum gaman. Djóki brók. Ertu nennir að vera hérna? Já. Ok, förum í næstu spurningu. Bara smá sippi. Hversu oft eða hversu gamlir anda fiskar? Hversu gamlir? Ég myndi Hversu segja svona oft eða gamlir? Oft eða gamlir. Já. Kannski svona einu sinni á hverjum svona 6-7 mínútum. Ok, býtu. Helmendur þess. Já, nei. 2. Við sleppum 7. og 7. þátti. 4, 5, 6, 7. Já, strákar. Við erum bara búin með 20 Er þetta senasta spurningin eða? Fara á næsti. Ok. Það verður orðið í lagi. Bara 40 mínútur eftir hættinu. Grín og glens, kannski engin, nei, við erum að fara í næsta kafla. Komin í næsta kafla, hann heitir Grín og glens eða kannski engin sjens. Hérna erum við með nokkra brandara og við ætlum að láta þennan hérna unga pilt, Friðrik, lesa þá upp. Þú getur lesið hérna upp. Ég fyrir góður í að lesa. Hvar eru þeir? Hérna. Já. Ok. Hvað gerist við hvalinn sem lærði að labba? Ég veit það ekki.
Foreldrar hans skírðu hann Tómas Orri. Ok. Hver er það? Það er drengur, ok. Það er feitlussa. Ok, næsti. Hver er munurinn? Það er allt hægt nema rætt. Hver er munurinn á Ofni og pítsu? Nei. Það stendur svona. Já. Hver er munurinn á Segðu þið. Á vændiskonu? Já, þú verður að segja orðið, sko. Hver er Ég glemdi hvernig á að lesa, guys. Hvað er í gangi? Oh my lord, guys. Þú verður að lesa brandarana. Ég glemdi því, ég kann það ekki. Á ég að lesa brandarana fyrir þér. Þú mátt það. Ég leyfi þér það. Ok. Hver er munurinn á svertingja og hraðarreiturinn? Vitið það? Maður hægir á sig fyrir hraðarreiturinn. Nei, þú bakkar ekki fyrir, þú bakkar ekki yfir hraðarreiturinn. Já. Maður aldrei að hægja á sig fyrir hraðarreiturinn, sko. Nei, en það rétti ég. Hver er munurinn á hóru og dóttur hennar? Veit það ekki. Svona 600-700 kall. Ok, þá erum við tilbúinir fyrir ævisögu Sherlock Holmes. Nei, við þurfum að vera með fleiri brandara, sko. Fleiri brandarar. Nei, býtum. Síminn er döður. Já, Ég er með brandarabók. Hvað er Ertu með brandara? Ég er með brandara. Ég er með brandarabók frá svona 1930. Ok. En ég nenni ekki að ná hérna. Segðu einhverja brandara. Hvernig seturðu 40 gyðinga inn í bíl? Já. Bara svona einu í einu. 3 aftur í 2 fram í. Restin febri öskubakkan. Sorry, ég skal fara í fötin mín. En strákar, hvað er munurinn á pítsu og gyðing? Þú setur ekki pítsuna inn á ofn. Pítsan öskar ekki inn á ofninum. Eiga er ekki að gera það. Nei. En gyðingan er öskara. Ég þekki það alveg. Það er ekki fallega gert að þér. En eiga pítsur ekki að öskra í ofninum? Nei, öskar þín í ofninum. Hvað skerstu með eitthvað gyðinga inn á ofninum? Ég held ekki, sko, ég er búinn að gá. Er osturinn gerður úr gyðingum? Osturinn er gerður úr, ég veit ekki hvernig ostur þetta er svona pre-packaged bara. Já. Osturinn er alveg gerður úr eitthvað, ég veit það ekki eins og hvað er ostur úr, er hann ekki úr bakteríu? Mjólk. Ostur er ekki gerður úr bakteríum, nei. Er ekki bakteríu í þeim samt? Er þetta alveg fórhúðarost? Það eru bakteríur í öllum. Er þetta alveg fórhúðarost? Fórhúðarost? Já. Það er það sem er á pítsunni. Ég man eftir, ég las það á pakkningu. Ói, Engin leið að þú setur fórhúðarost. Alright guys, ég var bara að grínast guys. Er þetta Joggibrók? Já, Joggibrók guys. Þau selja ekki það teipaost á pítsum. Það verið ógeðslegt. Já. Það er ekki ógeðslegt. Það er uppáhalds áleikir. Uppáhalds áleiki mitt á pítsum er pepperoni. Já, ég elska Má ég sjá pepperonin þín? Ég var að tala þín, ekki hans. Ég er ekki með svona. Ok, fyrir, ok. Ekki lengur. Þannig, erum við þá ekki að fara í næstu spurningu? Kabla. Já, kabla. Sem heitir Ævisaga Sherlock Holmes. Það sem ég ætla að tala Sherlock Holmes. Let me tell you about this British dude, Sherlock Holmes. Real talk. Bro var eins og Detective Goat, en ekki svona basic eins og þeir sem finna týnd hjól. Hann var more like ef þú mixar AI með gaslinnum trenchcoat og slæmum félagsferni. Ég man fyrst þegar ég heyrði af honum.
Maðurinn bjó í einhverju skrýtnu húsi á Baker Street 221B eða eitthvað postnúmer vibe. Þar með honum var homie hans, Dr. Watson, svona ride or die læknir sem var líka með penna og pappír og skráði allt sem gerðist eins og hann var í ghostwriter fyrir BBC seríu. Ok. Sherlock, hann var ekki með strapp en hann var með heila sem skaut hraðar en Uzi sko. Hann sá eitthvað sem enginn annar sá eins og að lesa sál þína bara út frá skóm þínum. Þú gast ekki logið honum eins og þú segir ég var heima og hann segir nei þú varst ekki því skórnir eru blautir. Þú andar öðruvísi og þú er með lykt af curry frá veitingastæði í Ísland. Og hann hafði rétt fyrir sér. Hver gerir svona? Maðurinn lenti í öllum tegundum af drasli. Morð, týnd börn, leynifjölög, crazy snillega, shoutout til Moriarty, villaninn sem var eins og Joker en með gráðu í starffræði. En Holmes, hann batt enda á þau öll með hugsun og pípuna sína. Hann var líka skrítinn, sko, tekur kókaín stundum, zero risk með dömum og svafa alla. Eins og ef þú væri með anxiety, þá væri Holmes anxiety manifesterað í manneskjuna með glóandi augum. Endurinn, maðurinn dó í slagsmálum við Moriarty við Foss eins og í einhverju anime en guess what, hann kom aftur næstum eins og Tupac en með hatt og stæla. Moral of the story, don't mess with the mind of a man sem getur sagt fortíð þína bara með því að horfa á buxuna hennar. Holmes var á öðru leveli og ef hann væri á O-block þá væri hann ekki með strapp, hann væri bara með glósubók og stilla upp hverju sem er. Já. Ó já. Jónsi fór að hlaða símann sinn. En það er auðvitað bara betra, hann sé ekki hana. Spila svolítið lag. Ætla að spila lag. Já. Kalla þetta lag. Gangi vel. Þetta lag kalla ég heiti Friðrik Árnason og ég er að spila gítar. Akkur þetta með bjórættin á þér? Það sullast Það sullaði smá. Já. Gæs. Bjórætturinn sullaðist á gítar minn. Fyrirgeðu. Allt í góðu. Fyrirgeðu. Það var óvart. Allt með tusku. Ég lagaði málið. Alright. Jóns er kominn einmitt á réttum tíma. Og hann er með keks! Hann er með keks. Jæja, strákar. Hann er að fara að spila. Ég er að fara að spila lag. Nei, ég er ekki að fara að gera það. Ég er að fara að spila lag. Já, ég er ekki að fara að spila keks. Nei. Má ég fá? Nei. Já, ok. Hey, ég gef mér flugvélinn. Takk fyrir mig. Hérna, þú fær stóra. Gæs. Hérna, keks review. Það er samlað. Bara vinskeks sko. Já, bara hérna 6-7 og 10 sko. Ákveð ekki 10 og 10. Ha? Ákveð ekki 10 og 10. Þetta er svona 6-7 og 10. Ég smakka betri keks sko. Nei. Jú, en Nei. Fara aðeins djúpar í þessar spurningar hérna ég ætla að spyrja ChatGPT spurningar hvað geturðu komið með svona flottar staðreyndir
kallinn. Hann er ekki alvöru en fólk hélt hann. Sherlock Holmes er skálduð persóna. Ha? Já. Ég held að Sherlock Holmes væri ekki, ég held að hann væri alvöru kall sko. Er hann ekki alvöru kall? Nei. Það grínast. ChatGPT sagði það. Það lítur á rétt. Hægi. Já. ChatGPT segir það á rétt sko. Spurðu ChatGPT hvað tilgangur lífsins er. Já. Sherlock Holmes er skálduð persóna búin til af Sir Arthur Conan Doyle en margir trúðu að hann væri alvöru og sumir sendu pósta á 221B Baker Street til að biðja hann að hjálpa við eigin mál eins og bro, please, leystu morðið á köttunum mínum. Ég farið um það. Ok, nice. Ég veit. Hann sagði aldrei elementary my dear Watson. Þessi fræga lína er aldrei í bókunum. Hún var bætt við síðar í kvikmyndunum og útvarpi en hún hljómar svakalega vel svo hún festist. Ég meina þá sagði hann það. Já, sagði hann það. Sherlock var á kókaini. Já, ég líka. Jep, Holmes notaði kókaini 7% laust þegar honum leið illa af því að hann hafði ekkert mál til að leysa. Þannig séð var hann workaholic með chemical boost. Ég sé þú ert með póka sko, þannig má ég líka. Hann er meistari í bardaga. Sherlock var ekki bara með heilan, hann var líka með hnefana. Hann var þjálfaður í Baritsu sem er forveri sjálfsvarnar og bardalista. Þannig að ef að bró var í bíf þá var hann ekki að hlaupa, hann var að dúndra. Hann hafði bróður, líka snilling. Mycroft Holmes, eldri bróður Sherlocks, var ennþá klárari en of latur til að elta glæpamenn. Hann vann hjá bresku ríkisstjórninni og vissi basically allt um alla. Hann var first consulting detective í sögunni. Enginn hafði áður notað það title. Sherlock kallaði sjálfan sig fyrsta einkaráðgefandi rannsóknarlögreglumannin sem tók aðeins mál sem áhugaverð voru. Geturðu slökkt á þessu? Geturðu slökkt á þessu? Ég bara grínast gæs, ég var ekki alveg svona distracted af Instagram Reels. Ég var bara svona grín fyrir háttinn. Arthur Conan Doyle nefndi honum ekki. Höfundurinn þoldi ekki Sherlock eftir smá tíma og reyndi að drepa hann í sögunni The Final Problem, en þjóðin tapaði sér. Fólk syrði hann eins og poppstjörnu, svo hann neyddist til að lifa hann aftur til lífs. Lífga hann aftur til lífs. Hann gat spilað á fiðlu eins og boss. Like a boss. Sherlock Holmes var virkilega hæfileikaríkur á fiðlu. Hann spilaði þegar hann var að hugsa eða til að slaka á. Hann var basically OG lo-fi beats to solve crimes to. The OG. Bækurnar komu út á tímum Jack the Ripper. Sögunar Sherlock Holmes voru að slá í gegn á sama tíma og raunverulegur morðingi gekk laus í London. Fólk vildi Holmes myndi elta hann en hann var bara í bók. Wow. Hann hefur verið sýndur í yfir 250 kvikmyndum og þáttum. Sherlock Holmes er sú persóna sem hefur oftast verið túlkuð á kvikmyndum og sjónvarpi. Allt frá Basil Rathbone og Jeremy Brett yfir í Robert Downey Jr. og Benedict Cumberbatch. Kallinn er ódauðlegur. Við skulum bara ekki hafa Jónsa með. Nei, tjók. Jónsi ætti að leysa restina. Jónsi, hvað er nálega? Hvað? Okkur, nágar ekki verið mynd. Hann er svo feiminn, hann Jónsi. Já, hann er mjög feiminn. Hvað er hérna aðeins? Það er bara svona. Meiri svona. Ok. Ef þú vilt get ég líka gert þetta að Instagram slide, TikTok skriptu eða jafnvel cool poster. Segðu mér bara hvernig þú vilt flexa Sherlock fakta. Þetta er sexual assault sko. Þetta meikar enga sens. Getum við talað Sherlock? Sherlock? Ég veit hann var svona detective gay.
Já. Ég hef hort á þess að þætti þarna sem að Benedict Cumberbatch voru í. Bara mjög fínir þættir. Segja hvað þessi gæði skrítina. Gæs, fyrir þá sem skil ekki, nafnið hans, Benedict Cumberbatch, sko seinna nafnið hans, það byrjar á orðunum stöfunum C-U-M, sem eru, eða cum, og cum er svona á ensku, ef maður þýðir það á íslensku, er sæði. Takk fyrir. Ég er stoltur af þér. Góðu strákur. Ok. Þeir eru solt. Má ég fá eitt svona keks? Þeir eru cancelled. Þeir eru að snerta mig. Það er allt sem já. Já, þetta er ekki skyrta, þetta eru náttbuxur. Þetta eru svona náttbuxur, djúbbuxur. Hér kemur flugvélin. Ok. Já. Já. Já, var þið með einhverja spurningar Sherlock Holmes? Já. Já. Hver er það aftur? Hann er kall. Ok. Nei, ég hef engar spurningar þá. Já, Jónsi. Hefurðu góða spurningu? Nei. Ég hef eina góða spurningu sem þið þurfa að svara. Já. Af hverju var hann svona gáfaður? Það er því að hann er svona frændi minn. Gerði hann kókaína? Já, líka það. Ég held að hann hafi verið svona gáfaður af því að hann gerði kókaín. Og þess vegna ætla ég að fara að prófa kókaín á næstunni. Hvað finnst okkur um það? Þar er ég svona gáfaður. Má ég fara keksköku? Það er klára hana. Já. Bíðið aðeins. Ég heyrði ekkert sem hann sagði. Ó! Hann er að klára á hana! Ég held að What the flip? Hann er að freaking busta á freaking kekskökur, brödd. Hvað er hann hvað er flipið laðið í gæja? Ég held að hann ætlaði bara að leyfa mér að klára hana, ekki klára á hana. Hérna. Þú líka hérna, Friðrik. Nei, ég er sattur. Blödd, það er ekki eins og það bad, þetta er bara eins og glassúr. Ég meina að þú ást hana frekar hratt þá með hversu ógeðsleg hún er. Ég myndi nú. Þú ert ekki eins og að tyggja, þú ert bara að njóta. Já, svona smá salt, svo auka salt. Hvað? Það voru fréttirnar. Eitthvað sem segir að meira Sherlock Holmes. Nei, takk. Erum við vissir? Nei! Ok. Það voru það fréttirnar. Næsti kaflinn heitir alvarlegar fréttir. Það sem við skoðum fréttirnar frá helstu fréttirnar og veljum eitthvað flotta grein og finnum ekki fótbolti. Heyrðu, leyfi köllu vegna vanskila. Leyfi afturköllu vegna vanskila. Bæði sýslumaðurinn og skatturinn standa í aðgerðum. Samsett mynd mbl.is Hanna Andrésdóttir, Kristinn Magnússon.
Sýslumaðurinn sendi tölvupóst og rekstraraðila nokkra veitingastæði í gærmorgun þar sem leyfi voru afturkölluð og farið fram á að á opinberum gjöldum yrðu gerð skil. Þetta segir Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Sveit samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði í samtali við mbl.is. Greint hefur verið frá því að lögregla hafi lokað Café Adesso í Smáralind í dag og viðskiptavinir þurft að yfirgefa staðinn. Samkvæmt heimildum mbl.is fór lögregla og einnig í gær á kaffihúsið, lokaði því og innsiglaði að beiðni skattsins. Innsiglið mun svo hafa verið rofið í gærkvöldi og staðurinn opnar að nýju. Lögreglan lokaði því staðnum aftur í dag. Einar segist ekki geta tjáð sig einstaka málefni en nokkrir aðilar hjá samtökunum hafi haft samband við hann í gærmorgun vegna þess að þeir hafi talið sig vera með samkomulag við skattinn og því þótt aðgerð sýslumanns of hörð. Þeir hafi skilið stöðuna sem svo að þrátt fyrir að þeir greiddu skuldina eru þeir samt að sækja leyfi á ný. Hvernig þau mál voru til lykta leidd í gær og í dag er ég ekki alveg klár á, en þessum sem höfðu samband við mig fannst aðgerðin svolítið hörð í ljósi þess að þeir töldu sig vera með virt samkomulag við skattinn, segir Einar. Hann hafi ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Skatturinn geti þá lokað fyrirtækjunum með aðstoð lögreglu. Skatturinn öðru hvoru í aðgerðum gagnvart aðilum sem standa ekki skil á sköttum, skýrslum eða öðrum gjöldum. Þetta getur enda með því að skatturinn loki fyrirtækjunum með aðstoð lögreglu. Þetta segir Snorri Olsen ríkisskattstjóri í samtali við mbl.is. Við tökum stundum ákveðna greinar fyrir, þá erum við að skoða hvernig skilyrðu í tilteknum atvinnugreinum. Þá heyra menn kannski meira að það séu samkynja aðilar sem séu að lenda í þessum aðgerðum hjá okkur, segir hann. Sé sýslumaðurinn komin í máli, sé málið komið frá skattinum sem sé þá að leita eftir tryggingu fyrir viðkomandi greiðslum í eignum viðkomandi en það sé að ræða fjarnám. En þegar þetta er lokun þá er það bara lögreglan sem hjálpar okkur í því, segir hann. Einhverjar slíkar aðgerðir hafi átt sér stað síðustu daga en ekki sé unnt að veita nánari upplýsingar þær. Ég ætla bara að spyrja eina spurningu. Hvernig ætlaðu að fá aðstoð frá lögreglunni? Er það bara hægt í dag? Já. Nei, það ger ekki neitt. Fuck the police. Lögreglan gerir ekki neitt. Og tala það. Já, ég var að stela bílundaginn og þau reyndi ekki eins og elta mig. Ertu viss? Já, að þau ger ekki skít. Lögreglan gerir ekki skít. Ég held ég sá ljósin í actually svona 2 sekundur. Ég var að keyra á 50 sko. What? Ég hata. Ég var að fylgja umferðarreglum. Það var ekki búin að tilkynna bílið stólinn. Ég minna þau sáu mig. Þau bara nefndi ekki elta mig. Þau eru bara að Vissu þau það að þessi bíl væri stólinn? Ég minna að ég skrifaði á hann. Ég spreyði á hann, ég stal þessum bíl. Já. En akkurat, en ég meina þau eru þið með eitthvað fleiri punkta úr þessu greina sem þið getur sagt? Já. Ég ætla bara að borga ekki skatta og þess vegna kann ég ekki nóg á þetta. Nei, ég veit ekkert hvernig þetta virkar sko. Það er ekki eins og ég sé á viðskipta hagfræðibraut sko, en þú veist, ég er ekki á viðskipta hagfræðibraut, þannig að ég veit ekkert skatt sko. Ég veit svona smá, ég læriði eitthvað. Ég ætlaði ekki að borga hann í framtíðinni sko. Ég lærði eitthvað. Salam aleikum. Ég lærði eitthvað svona tengt því að reikna út hversu margar skattum maður þarf að borga í svona 9. bekk í stærðfræði. Eða 10. bekk. Nice. Mjög merkilegt. En ég með aðra spurningu. Hver er Snorri Olsen? Það er hann. Það er ríkisskattstjóri. Í samtali við mbl.is. Já, hann var í samtali við mbl.is. Já. Hann er ríkisskattstjóri. Eða ríkiskattstjóri. Mjá. Mjá anyone?
Ég held að þetta sé nógu langur þáttur eða? Já. Ég held þetta alveg nóg langt. Hún sagði okkur að halda sig undir hálftíma. Undir hálftíma? Við erum búin að vera miklu meira en 50 mínútur. Já, við erum næstu komin klukkutíma held ég. Ok, þá veit ég það. En heyrði, þetta var Saumaklúbbur strákana, þáttur 3. 3. Ég byrju. Já, 3 held ég. Af því að fyrst voru þið svona einir. Síðan var Já, 3. Og síðan... Þá var þetta 3. Eða nei. Þetta er nú 8. Af hverju? Af því að... Eða... Af því að þú veist, Þið voru 2 á fyrsta. 8 kemur eftir... Síðan voru 3 á næsta. Og núna eru 3. 2 + 3 + 3 eru 8. Nei, það eru 7. Þetta er villýsingur það. Eru 7. Sjálfsögur er þetta að tjekka á því. Nei, heyrðu, við ætlum að kveðja ykkur í þessum þátti. Heyrðu, þetta er búið að vera æðislegt. Og takk fyrir að koma hingað, Friðrik, og vinsilegast farðu út núna. Peysunni. Bjórhattinu mín. Ég meina venjulega drykkjahattinu mínu. Bye Bye. bye. Við þurfum að fara að leigja hattina á honum á morgun. Já, við þurfum að fara að leigja hann hatt af honum. En þetta var þáttur 3. Og þetta hérna er Jónsi. Hann er fullur. Heyrðu, takk fyrir þennan þátt og við sjáum ykkur í næsta.